Ég get þess svona að gamni mínu. Að góðu vinur minn spurði mig áðan, það þrumuræða? Hann átti við hvort það yrði þannig erindi í dag flutt. Og ég sagði nei. Og ég byrja á að segja ykkur að ég flyt þetta efni í öllum kærleika og tillitssemi við alla sem lesa orð Guðs og skilja hana öðruvísi en ég eða margir aðrir gera. Svo ég legg áherslu á það að þetta svona fræði hugleiðing og ég hef sjálfur verið þeirri aðstöðu gagnvart biblíulestri að ég misskildi eitt eða annað en verið svo leiðréttur ýmist af mönnum, öðrum sem þekktu biblíuna betur en ég eða ég uppgötvaði sjálfur lausnina. Og ég vil geta þess hér að ef að menn bara taka sig til að lesa orð Guðs og þegar þeir lenda á einhverjum yfirlýsingu það sem þeir bara skiljið ekki, hvernig stendur á þessu bara að Guð lætur svona vera í orði sínu. Gefið honum tækifæri og haldið áfram að leita og þeir munuð fá uppljómun á hvað orð Guðs að reyna að segja. Svo að þegar ég fæ í hendurnar hérna tækið mitt litla, þá get ég haldið áfram. Einhver með? Takk. Svo að yfirskriftin að þessari hugleiðingu minni í dag misskildir textar í Biblíunni. Og nú skulum við bara byrja og skoða eitthvað sem að gaf mér ástæðu til þess að byrja þessa hugleiðingu í dag. Það var nefnilega fyrir stuttu síðan að einhver tjáði sig á netinu og þá áttu sem við gáttum lesið í Facebook eða einhvers staðar hægri kring. Og það var akkurat þessi texti sem við byrjum á í dag. Það sem að sagt í fyrri Korinthubréfi 11. kafla og það Páll postuli sem að tjáir sig. Sér hver sá maður sem biðst fyrir eða flytur spádóma Guðs og hefur á höfðinu, hann óvirðir höfuð sitt. En sér hver kona sem biðst fyrir eða flytur spádóma Guðs ber höfðuð, óvirðir höfuð sitt. Og það eru síðustu orðin sem að valda mörgum erfiðleikum að skilja og taka sig svo að nema því aðeins að þið konur komið með höfuðfat, slæðu eða eitthvað yfir höfði í kirkju, í tannlögum ef að þið ætlið að tjá eitthvað við nátt, boða, kenna, predika, að þá það óvirðing samkvæmt skoðun margra byggt á þessum texta að kona tjái sig, berhöfðuð. Og þá átti við í kirkju. En ég ætla að sýna ykkur hvernig Biblía sjálf útskýrir þetta, hvað áttir við og hvað alveg útilokað að getur komið til greina, sem þó viðtekin venja hjá mörgum. Því að í mörgum kirkjudeildum, og það ekki hér á land, heldur erlendis, að þá hef ég séð konurnar allar með höfuðslæður eða hatta eða eitthvað á höfðinu. Og það byggt á þessu texta. En það ekki allir sem vita það að þegar þetta var skrifað fyrir 2000 árum síðan af Páli, að þá var við lýði ákveðin siður. Og hann var sem sagt útbreiddur á meðal manna í gríska heimsveldinu og síðan í rómverska heimsveldinu sem tók við. Og það var að konur sem seldu sjálfa sig á markaðinum. Það voru þær sem vöndu sig á að vera berhöfðaðar. Þannig auglýstu þær sig. Og þá getum við skilið hvað Páll á við þegar segir að berhöfðuð kona á meðal kristina óvirðir höfuð sitt og manninn sinn og svo framvegis.
Þetta var til þess að varðveita konurnar að hann tekur svona til orða. Og þegar að menn átta sig á þessu, þá bara allt annað boðskapur þarna í þessum orðum. Með öðrum orðum, Páll postuli að reyna að gera lífið auðveldara fyrir konurnar. Ekki fara gegn venju, ekki gegn siðum nútímas, ef að það gengur gegn vilja drottins og svo framvegis. Ef við höldum áfram, það segir þarna enn fremur, og þetta í framhaldi af þessu sem við vorum að lesa, en ætli nú einhver sér að gera þetta kappsmáli, sjáu þið? Þá viti sá að annað ekki venja vor. Þetta snýst siði og venjur, eða safnaða Guðs. En leið og ég áminnum þetta get ég ekki hrósað yður fyrir samkomur yðar sem eru fremur til ills en góðs, hugsið ykkur. Það var eitthvað ástand í söfnuðinum í Korintu og þetta ekki eina atriði, það víðar í Korintubréfi sem að segja frá öðrum með vandamálum sem urðu þess að Páll sagði bara konum að þegja á samkomum, en við komum að því síðar. En hérna segir hann strax eftir að vera búin að segja ekki vera berhöfðaðar konur á samkomum vegna þess að margir halda þá eða geta dregið þá ályktun að þið konur séu mjög ósiðlegar. Með öðrum orðum væru vændiskonur. Og þetta ekki allt annað núna að lesa þennan texta? Ekkert vandamál. Og en svo segir að það eru flokkadrættir og meðaliðar. Vissið ykkur? Í fyrsta lagi heyri ég að flokkadráttur eigi sér stað og meðaliðar þeir komið saman á safnaða samkomum. Og það var deilt þetta. Hvort ætti að vera höfuðklútur á höfðinu, hattur eða eitthvað af því tagi. Og Páll að glíma við það. Við höldum áfram. Það víða að konur nota höfuðslæður, höfuðklúta. Og það eru heilt trúfélag með mörg 100 milljónum áhengenda víða heim sem klæða sig ekki bara með höfuðklúta, ég að tala konurnar, heldur í síðar svartar skikkjur og það má ekki sjást í neitt og holdi þeirra ef mögulegt að hylja. Og ég minnist þess að ég fréttu fyrir bara 1-2 árum síðan í Íran var kona ein, vel þekkt, vel menntuð kona. Hún var ekki með höfuðslæðina akkurat að hylja nógu mikið af andlitinu að mati siðgæðis lögreglunar í Íran. Og þeir handtók hana, sett hana í fangelsi, pyntuðu hana og drápa hana. Af því að höfuðslæðan var ekki nógu hyljandi og vesalís konur víða heim þurfa að líða fyrir það að svona venjur eða fyrirmæli. Og hvaðan fengu þeir sem að segja Múhameð eða predikarar þessa trúfélags, hvaðan fengu þeir þessa hugmynd? Það getur vel verið að þeir hafi fengið þetta út úr Biblíunni því að í Kóraninum, þeirra trúar Biblíu, ef ég má segja það þannig, að það ýmislegt fleira sem fengið að lána úr Biblíunni og þetta eitt af því að konur hylji höfuð sitt nema það komið út í miklar öfgar þannig að margir láta lífið fyrir það að hylja sig ekki nógu mikið að mati karlmanna og þetta þrífst í karlrembu þjóðfélögum og konurna hjálpast að við að hylja hvor aðra. Þetta þykir okkur bara alveg sjálfsagt. Undir ýmsum kringumstæðum að klæða sem höfuðið. Stundum það að konur veikjast, fá krabbamein og það þarf að raka höfuðið að þeim, hérna á þeim. Og þá ekki bara eðlilegt að hylja sig með slæðu á meðan þannig stendur á.
Og ég vil geta þessa vegna þess að við erum aðventistar yfirleitt, við tilheyrum söfniði sem á vona á Jesú Kristi að koma aftur, það sem aðventa þýðir, að hann komi aftur. Að kona Ellen White sem var leiðbeinandi var hérna frumherja meðal aðventista fyrir 170 ára síðan þegar aðventsöfnuður var til. Hún hafði mikið að segja klæðaburð og þetta byggðist á vitrunum sem að Guð gaf henni. Til dæmis hún fékk þá leiðbeiningu að síðu pilsin sem þá tíðkuðust, þau drógust alltaf með jörðinni. Drógu upp mikil óhreineindi, þetta var svo óheilbrigt að vera í svona síðu pilsum að hún mæltist til þess að pilsið væri ekki neðar en ökli. Og þetta var góð fyrirmæli sem Guð í kærleika sínu var að gefa fólki sínu. En það voru ekkert allir á því að fara eftir svona fyrirmælum, af því það átti bara að halda sig við venjuna. Það eru ýmsir siðir sem Páll var að reyna að leiðrétta og þar á meðal þetta með höfuðbúnaðinn, nema þarna var Ellen White að leiðrétta fyrir 150-60 árum síðan að pilsfaldur kvenna ætti ekki að dragast með jörðinni. En svo fór sitt pilsana svona að breytast í gegnum áratugina síðan og það kallast tíska í dag hverju sinni, en ég tek eftir því að í öllu því sem ég lesi af boðskap Ellen White sem byggist á vitrunum sem Guð gaf henni. Hún alltaf berhöfðuð, alltaf. Og þegar hún flyttu boðskap og prédikaði mörgum sinnum, mörgum 100 sinni. Alltaf berhöfðuð. Svo að þannig það að þið eru yfirleitt konur, berhöfðaðar í dag í kirkjunni minni, hérna okkar. Af því að það allt í lagi. Það heilbrigður og góður kristinn siður í húsi Guðs að vera ekki með höfuðbúnað í kirkju. En svo það öðruvísi siður áður fyrr að karlmennirnir máttu vera berhöfðaðir. Og þannig það enn í dag, almennt, en við höldum áfram. Ég starfaði í Afríku í nokkur ár. Það var í Nígeríu. Og í höfuðstöðvunum, þarna í missjóninni, það voru 200 söfnuði sem tilheyrðu minni missjónu, sem það heitir, að þá var venjan á hverju morgni þegar við mættum skrifstofunar og starfsliðið kom saman til að byrja daginn, þá byrjuðum við með bænastund. Þarna voru 3 ungar stúlkur sem unnu á skrifstofunum og það kom fyrir að það gleymdu að koma með slæðu á höfuðið. Og hvað gerðu þær þá? Það var byrjuð samkomu, byrjuð að syngja og þær voru að bera þær. Þá tóku þær sálmabækurnar, opnuðu þær og sett á höfuðið. Þær voru búin að hylja höfuðið. Sjáu þið? Þær gerðu þetta í einlægri trú samkvæmt venju kristina safnaða, ekki bara aðventista safnaða, heldur allra kristina safnaða í Afríku. Að hylja höfuðið með einhverju á samkomu. Allt byggðist það á þessum fyrirmælum Páls postula að konur eigi ekki að vera berhöfðar á samkomum safnaðarins. Það var af allt annar ástæðu að það sagði þetta. Þetta var tillitssemi við þeirra siðgæði að vera ekki fordæmt af þjóðfélaginu að vera berhöfðaðar á samkomum. Við varum að halda áfram. Við vorum að tala pilsin og þið minnist þess sennilega mörg ykkar og það enn þannig að þið kannski eruð í pilsfatnaði konur og það annarkvæmt ofsarók eða nýstis kuldi eins og stundu gerist hér,
Er það ekki gott að vera ykkur í öðru heldur í pilsi? Jú, konur á Íslandi hafa uppgötvað þetta fyrir löngu síðan og þá kom það til siðs að klæðast í siðbuxur, karlmannafatnað. Ég man þá tíð þegar ég var ungur og kom inn í söfnuðinn að þetta var nú ekki alveg svona talið siðsamlegt af konum að gera, að klæðast í buxur, síðbuxur. En í dag þetta þykir eitthvað svo eðlilegt og sjálfsagt og fer konum bara mjög vel. Það svo ofta venjur manna gera boðskap Guðs ekkert gagn að koma með einhverja venjur sem væru það Guðs vilji, ekkert endilega, það getur verið það. En stundum betra að breyta til eins og með fatnaðinn, svo að konur þurfi ekki að líða af kulda og vospúð, af því að þær verða að vera í pilsum, eins og var einu sinni. Nú skiljið þið hvað ég að fara hérna, að leiðrétta misskilda texta í Biblíunni. Það segir líka hérna í 11. kafla fyrra Korinthubréfs: þó hvorki konan óháð manninum né maðurinn konunni í samfélaginu við drottinn. Því að eins og konan komin af manninum, svo og maðurinn fæddur af konunni. En allt frá Guði. Ég kem með þetta innskot hér vegna þess að það svo mikið talað í sambandi við höfuðbúnaðinn sem að konur áttu að hafa á þeim tíma á höfði sér, sá misskilningur að konan sé lægra sett en karlmaðurinn. Þetta algjör misskilningur ef við tekkið orð Guðs rækilega vel eða nægilega vel. Og hér Guð að segja, jú, konan var sköpuð af holdi mannsins. Það sagt frá því á fyrstu blaðsíðu Biblíunnar, maðurinn kom á undan, karlmaðurinn, og síðan konan. En það segir hérna að eins og konan komin af manninum, og maðurinn fæddur af konunni. Ná, hvort aðra vegna þess að annað okkar kemur út af hinu eða öfugt. Og ég kem með þetta bara vegna þess að sýna ykkur fram á það að það eru ýmsir aðrir textar í Biblíunni sem hafa með það að gera konurnar eiga að sýna manninum virðingu og það misskilið eins og maðurinn sé æðri, geti drottnað, ekki drottna eins og maðurinn gerir í syndu og líferni með grimmd og harneski, heldur af ábyrgð og tillitssemi. Og þann virðist ekki nægja að í sömu textu þar sem okkur sagt á spámanunum að eins og Kristur drottinn, þannig eigum við að drottna yfir konunni. Og ekki láta ykkur þetta í huga, þetta þýðir það að kallið sé æðri en konan. Hérna segir að eins og konan komin af manninum, og maðurinn fæddur af konunni. Og margir sem að boða orð Guðs vilja meina að Guð, þegar hann skapaði, hann skapaði bara jörðina, moldina og fjöllin og svo framvegis, en svo fór hann að skapa dýr og fugla og fiska og þetta var svona stigmagnandi í þeim skilningi að eitthvað líf sé æðra öðru sem skapa þeir. Og svo nema karlrembu, fyrir ekki mér orðalagið, predikarar sem að gera sér ekki grein fyrir því að þeir viðhalda karlrembu með því að segja að karlið sé æðri í konunni. En ef við hugsum okkur þá þessa stigmögnun og sífellt fullkomnari sköpun í gegnum fugla og fiska til manna, að þá kona það síðasta sem skapað. Og þar að leiðandi, ef menn vilja viðhalda þessum skilningi til að sanna að síðasta lífveran sem var sköpuð æðri öllum öðrum lífverum. Það var konan sem kom síðust.
Og síðan eru allir karlmenn, takkið eftir þessu, við erum allir komnir út af konu. Þannig að sko, ég er enn að læra í Biblíunni, þó ég hafi svona verið að predika í 60-70 ár. Og ég gleðst yfir því að sjá þennan texta. Að, jú, karlmenn við erum rækilega myndir á að ekki bara var konan sköpuð af holdi karlmannsins, heldur var það kona sem var síðasta sköpunarverkið af lífverum og ætti þess vegna að vera manninum, karlmanninum æðri ef við viljum viðhalda þessari hugsun. Látum af henni og sættum okkur við að við erum jöfn. En þetta þegar okkur sagt í orði Guðs að maðurinn á að drottna yfir lífinu og jafnvel konunni líka, það átt við að þið berið ábyrgð, þið við að vernda. Og ég vona þið sjáu sko að þetta næri ekki nokkur átt svona röksemd að segja að karlinn sé æðri þegar að misskilningur felst í því að drottna harðri hendi sem gerist enn í dag og meðan margra þjóðflokka. Alveg skelfilegt að sjá hvernig farið með konur þar. Nú skulum við lesa í fyrra Korinthubréfi 14. kafla. Þar segir að andar spámanna eru spámönnum undirgefnar því að Guð er ekki Guð truflunarinnar, heldur friðarins. Takið eftir, hann er að nálgast þennan ófrið í söfnuðunum í Korintu. Eins og í öllu söfnuðum hinna heilugu skulu konur þegja á safnaðar samkomunum. Því að ekki er þeim leyft að tala, heldur skulu þær vera undirgefnar eins og líka lögmáli segir. Það er svona mál Páls postula sem jafnvel postularnir hinir áttu erfitt með að skilja. Hvað er hann Páll að fara eiginlega? Að þegja á samkomum. Þessi yfirlýsing þarna er gefin vegna þess að það var konurnar höfðu einhvern veginn vanið sér á og tamið sér að tala tungum sem enginn skildi. Þetta var tómur ruglingur og ekkert óeðlilegt að fólk freistaðist til þess að fá að upplifa svona tungutal af því að Guð hafi gefið postulunum skömmu áður eftir dauða Krists hæfileikan að tala tungum sem fólst í því að þó að þeir prédikuðu á arameísku eða hebresku eða grísku, hvað sem þeirra mál var, að þá gerðist það að samkomugestir á páskunum að hátíðinni sem þetta gerðist, tungutalið, að þeir sem að skildu ekki þessi mál, það skildi ekki grísku eða hebresku eða arameísku. En þeir skildu það sem lærisveinarnir hver og einn predikaði. Þeir voru bara 11 þarna því einn hafði svikið Jesú og tekið sitt líf. Það hefði þá verið 11 tungumál. En ef við teljum upp þarna að það voru mikið fleiri með þjóðir og þjóðabrot sem áttu fulltrúa á þessari trúarhátíð í Jerúsalem. Og hver og einn þeirra skildi á sinni tungu, það segir það. Hvað hver og einn predikaði. Tungutali fólst ekki endilega í því að ég til dæmis myndi tala á kínversku eða spönsku sem ég kann ekki. Heldur, ég talaði á mínu máli, segir bara sér svo, eða þessi postular, en það heyrðist á tungumáli allra þeirra sem álítu. Svo það tungutalið eða gjöfin fólst í því að heyra annað tungumál en talað var. Svo að þetta var eitthvað undursamlegt en verið afbakað mjög jafnvel af trúðum. Svo segir þarna að því að við vorum að lesa þarna að konurnar ætti að þegja. Hulda spákona í Gamla testamentinu og Anna, öldruð kona, hún var spákona eða spámaður, eða kannski betra hugtak þannig fyrir þær. Þær höfðu spátumsgáfuna og það þýðir að þær framar öllum öðrum köllum og konum
voru í forsvari fyrir Guð á meðal þjóðarinnar, Ísraelsmanna, og töluðu og kendu og sögðu fyrir óorðna hluti. Það var ekki neitt spámað þá til eða postuli, eins og Pál postuli á tíma Huldu, til að banna henni að tala. Hún gat ekki verið dómari í Ísrael, hún var dómari, en hún var líka spámaður Guðs. Eða þá Anna. Og hún talaði fyrir Guð á meðal þjóðarinnar og það á samkomum. Svo að fyrirmæli Páls postula að konurnar eiga þegja á samkomum. Á ekki við í þeim skilningi að það megi ekki tala ef allt í röð og reglu. En hann var að glíma, Páll postuli glímdi þarna við ófriðar ástand í frumsöfnuðinum vegna tungutals eða vegna deilna hvort það mætti vera með höfubúnað, þar að segja konurnar á samkomu. Og svo erum við þarna stödd síðar í Korinthbréfinu, fyrsta. Ef nú allur söfnur kæmi saman, segir Páll, og allir töluðu tungu, sem mjög algengt að gerist í sumum kristnu söfnu, og inn kæmi fáfróðir menn eða vantrúaðir, myndu þeir þá ekki segja, þér eruð óðir? Myndi það ekki vera eðlilegt að bregðast þannig við? Þess vegna bræður mínir, segir Páll, sækist eftir spádómsgáfunni. Hann vissi hvað það þýddi. Það þýddi spádómsgáfunni gefin til þess að fræða, til að kenna með talandi tungu, en ekki óreglu óhljóðum. Og svo segir, aftrið því ekki að tala sér tungum. Það er að segja, þegar Guð gefur tungutall. En allt fari fram, sómasamlega fram og með reglu. Sjáu þið, hann aftur og aftur að glíma við ófrið og hörmungar ástand í söfnunum, þar sem að fólk skiptist í flokka og hver sagði sitt og það var hávæð og læti í Korinthusöfnuðinum. Þetta er Páll að leiðrétta þegar hann segir konur eiga þegja. Það voru ekki kallarnir sem voru að skapa þarna ófriðin. Það voru konurnar. Allar vildu þær fá að tala tungum. En ég nú alveg vissum að sumir kallarnir hafi haft samúð með þeim. Nú kemur yfirlýsing sem að útskýra þetta allt saman mjög vel. Annar Pétursbréfi 3. kaflinn. Þetta er það sem hinn elskaði bróðir vor Páll hefur ritað yður eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerði hann líka í öllum bréfum sínum. Hann talar í þeim þetta, en í þeim er sumt þung skilið. Meira að segja Pétur gat ekki skilið það sem Páll var að segja stundum í bréfum sínum. Og svo segir hann að menn eru fáfróðir og staðföstulausir og þegar þeir ránsnúa eins og öðrum ritu sjálfu sér til tortumingar. Sjáu þið? En við höldum áfram. Í 7. kaflanum í 1. Korinthbréfi, þar segir Páll, þeim sem gengið hafa í hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að konan skuli ekki skilja við mann sinn, en hafi hún skilið við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin, og að maðurinn skuli ekki heldur skilja við konuna. En við hina segi ég, ekki drottinn. Tókuð eftir þessu? Þarna ofar, alveg í efstu línu segir hann, býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn. Svo er hann komið þarna neðan og segir, við hina einhverja aðra, segi ég, ekki drottinn. Og þau orð sem þarna koma eftir eru hans eigin orð, ekki drottins. Þá segir hann þetta, ef bróðir nokkur á vantrúaðakonu og hún lætur sér það vel líka og búa sama við hann, þá skilji hann ekki við hana. Og kona sem á vantrúaða mann og hann lætur sér vel líka að búa sama við hana, skilji ekki við mannin. En hér er hann sjálfur að opna
undir leiðsögn Guðs. Þess vegna er þetta í Biblíunni, en það er ekki Guð sem velur orðin, heldur að það hann segir það sjálfur, að velja þessi orð. Og þetta var skynsamlegt. Hann er að reyna, það er svo oft ef að fólk upplifir skilnað, hjón, að í mörgum söfnuðum hefur það gerst að þeir sem skilja, eða þær sem skilja, eru fordæmt fyrir skilnaðinn. Og ég er ekki með þann texta hérna núna, en það segir í Gamla testamentinu, í Mósebókunum, þar sem að Drottinn upplýsir Móse að skrifa að þegar að maður gengur að eiga konu, gott og vel, hann farið með brefið í borgarliðin, þar sem að öldungarnir og ráðamenn þjóðarinnar á hverju stað sátu og dæmdu í málum manna. Og þannig átti að tilkynna hjónaband. En ef skilnað er það ræða, ef að manninu líkar ekki við konuna, eða þá konan við mannin, að þá ber að skrifa skilnaðarorðin og líka tilkynna þetta í borgarliðunum, hjá dómurunum. Sjáðu, Guð segir, það á ekki að vera skilnaður. Það á bara að gefa sér stað. En hann reiknaði með því að syndugt fólk myndi skilja. Og þá býður hann upp og þá segir hann hvað gera skuli. Þetta er allt gert í kærleika og tillitssemi, svo allt getur verið í friði og ró, í stað þess að menn sé að fordæma hvern annan. Og svo er annað, það hefur með skartgrip að gera. Og í annarri Mósebók, í 30. og öðru kafla segir, fólki sá að senkaði komu Móse ofan af fjallinu, fyrtist fólkið í kringum Aron og sagði við hann, kom og gjör oss guð, fyrir oss farið því að við vitum ekki hvað af þessum Móse orðið. Manninum leiddi oss burt af Egyptalandi. Og Aron sagði við þá, slítið eyrnagullinu eyrum kvenna yðar, sona og dætra, og færi mér. Þá sleit allt fólkið eyrnagullinu eyrum sér og færði Aroni, en hann tók við því af þeim, lagaði það með meitlinum og gerði af því steyptan kalf. Þá sögðu þeir, þetta Guð þinn Ísrael sem leiddi þig út af Egyptalandi. Skurðgóðadýrkun, allt í einu, í fjarveru Móse. Og svo þarna áfram, þá lesum við að Drottinn sagði við Móse, seg Ísraelsmönnum, þér eruð harðsvíraði líður, væri ég eitt augnablik með þér á leiðinni, myndi ég tortíma þér. Legg nú af þér skartið, svo að ég viti hvað ég á að gera við þig. Þá lögðu Ísraelsmenn niður skart sitt undir Hórem fjalli og báðu það eigi upp frá því. Á grundvelli þessara orða í mörgum kristnum söfnuðum bannað að bera skartgripi. En þetta ekki það sem að Guð að banna. Hann bara að segja þeim að taka þetta af sér, af því að þeir notuðu gullið og gersemendar til að búa til gullkálf til að tilbiðja. Það var ástæðan og við sjáum þetta betur. Í 24. kafla 1. Mósebókar þá segir frá því þegar að Abraham sendi þjón sinn til fjarlægs lands til þess að sækja á meðal ættingja hans, konfang fyrir Ísak, son sinn. Og hann sendi son sinn, þjón sinn, fyrirgefiði, og lét honum í 10 úlfalda, marga, og sjáiði, og hann hafði með sér alls konar dýrgripi húsbónda síns. Til hvers? Til að skreita konuna. Og hann tók sig upp og hélt til Mesopótamíu. Þetta minnir mig á að þegar ég ungu maður gekk að eiga Lilju Guðstisdóttur sem kona mína, að þá settum við pringa. Þetta var táknum okkar ást, innilega kærleika
hvors til annars. Og þessi hringur fyrir okkur bæði var tákn okkar ást og skuldbindingar og trúnað og heilindi hvort öðru. Svo gerist það að ekkert löngu eftir að við erum hjón og búin að eigna son og það var Þröstur, fyrsta barnið okkar, þá ákveðum við að fara til Bandaríkjanna. Því að mér langaði svo okkur bæði að kynnast sem þetta trúuðu fólki betur og læra í guðfræði. Ég fór í guðfræðiskólan á Andrews University í Michigan. Þegar við komum þangað þá var bannað að vera með hringa. Þú getur ekki verið nemandi hér ef þú ert með gullhring á hendi. Og þarna var hérna maður sem var alveg nýkominn frá Danmörku. Magni hét hann og brúður hans. Þau bara giftu sig fyrir 2 vikum áður en þau komu á þennan sama skóla í sama skeni að læra guðfræðina. Þeim var skipað að taka hringana af, ellega verða þau að fara heim aftur. Og við, Lilja, urðum að gera því sama. Lilja var nú ekki ánægð með þetta. Henni lá að gráta yfir þessum hörmungum. Þetta tákn, eins og hvíldardagurinn tákn Guðs á meðal okkar. Þá var þetta tákn kærleika á meðal elskenda. En sagan ekki búið þarna. 4 ára seinna höldum við aftur heim til Íslands. Og þá segja samstarfsmenn mínir, sem við vorum prestar í söfnuðinum, sem við kennara, og þau sögðu, Steini, þú ert ekki með hring. Hvað orðið að giftingarhringinu þínum? Ég útskýrði, ég þurfti að taka hann af þegar ég fór til Bandaríkjanna. Annars hefði ég verið sendur heim aftur frá skólanum. Já, allar ekki að setja hann upp aftur hér. Ég sagði, nei. Af hverju ekki? Af því þetta algjör hringavitleysa, sagði ég. Og þá rak ég rogastans, hringavitleysa. Það ekki til siðs að prédikarar, prestar í söfnuðinum séu ekki með hringa á hendi, giftingarhringa, ef þeir eiga konu og hafa gifst henni. Ég sagði, þetta tóm endaleysa. Ég varð að taka af og við Lilja hringana þegar við komum til Bandaríkjanna, svo heimti þið að við setjum þau upp hér. Hvorugt að heimta af Guðs hálfu. Guð heimtar ekki svona laga. Og ég hef aldrei sett upp hringinn síðan, en löngu seinna, eftir að þetta gerðist hérna heim á Íslandi, þá sagði Lilja við mig, Steini, mér langar til að setja upp hringinn. Má ég það? Ég sagði, já, endilega, gerðu það bara við hann. Og hún gerði það og bar hann til hinsta dags og enn með hann í gröfinni þar sem hún hvílir. Svo ég fór að stúdera betur í orði Guðs varðandi skartgripi og þá finn ég það margt í Biblíunni. Ég kem bara með 2 texta til að sýna svona. Í ljóðaljóðunum þá segir þar í 1. kaflanum, yndislegar eru kinnar þínar, þetta unnustinn að tjá sig ást sína gagnvart kærustunni. Já, yndislegar eru kinnar þínar, fléttum prýddar, háls þinn undir perluböndum, gullfestar vilja við gera þér settar silfurnöppum. Hér Guð í Guðs orði að tala silfur og perlur og gull. Ef hann bannaði þetta fyrir alla tíð á Sínaí fjallið þarna forðum, sem við vorum að tala áðan eftir gullkálfsvitleysuna, af hverju hann að tala svona annars staðar í Biblíunni? Guð skapaði gullið og silfrið og perlurnar og alla dýrindi steina. Og svo segir hérna í Daniel, í 5. kaflanum, að Fínast bauð Belsasar, konungurinn í Babylóníu veldi, að klæða Daniel purpura og láta gullfestum háls honum og gera heyrinn kunnugt að hann skyldi vera 3. yfirhöfðingi í ríkinu. Gullfestar.
og purpura klæði. Guð hefur ekkert á móti því sem fallegt og fagurt. Hann skapaði gullið og gersemarnar til þess að gera þennan heim fagran og yndislegan. Og þið eftir að sjá mikið meira það sem ég vænti mér. En áður en að því kemur ætla ég að segja ykkur smá útúrdúr að þegar við vorum í Nígeríu, þetta var stórhættulegt land fyrir hvítt fólk. Sérstaklega ef að þeir áttu föt og bíla og húsnæði sem að aðrir girtust. Það gerðist nefnilega þannig að einn daginn þá var í fréttum að ítölsk fjölskylda, maðurinn vann fyrir olíufyrirtæki þarna, mikið olíulindir þarna þar sem við vorum. Og þau byggu í fallegu húsi, 2 hæða og alveg uppbúið með öllu húsgögnum og hverju. Og þau fóru út fyrir kvöldið til að heimsækja vini sína og 7 ára dóttir þeirra með þeim. Svo komu þau tilbaka kvöldið, það var komið myrkur. Og garðyrkjumaðurinn og vörðurinn við hliðið, þeir höfðu gert samsæri gegn sínum húsbændum. Og það voru komnir ræningjar inn á staðinn, inn fyrir hliðið og þeir voru að tæma húsið og setja það á þennan stóra trukk. Þeir gripu stelpuna og héldu henni 7 ára stúlku með hníf við hálsinn og sögðu við foreldrana, ef þið hreyfið ykkur, þá verður hún skorin á háls. Þið getið ímyndað ykkur hvort þau hafi ekki bara verið hreyfingarlaus á meðan allt þetta gekk á. Svo þegar húsið var tómt, þá óku ræningjarnir í burtu, sáust aldrei framan. En næsta dag þá fóru þau hjónin með barnið sitt heim til Ítalíu og komu aldrei aftur. Af hverju er ég að segja eitthvað þetta? Jú, það er vegna vopnaburðar sem Biblían talar heilmikið um. En það hefur oft verið sagt að kristið fólk má aldrei bera vopn. Þetta er tóm endaleysa. Það eru vissar kringumstæður sem að Guð ætlast til að fólk hans beri vopn. Og ég ætla að sýna ykkur það, alveg svart á hvítu hérðan úr Biblíunni. Til dæmis í Estrabók, 9. kapitula, það var búið að gefa út, það var ráðgjafi konungsins mjög illur vondur gagnvart gyðingum. Og hann fékk konunginn til að gefa tilskipun að á ákveðnu degi framundan, eftir svo margar vikur, að þá er eitthvað leyfilegt að drepa alla gyðinga í heimsveldi á þessum tíma. Og það segir þarna að lagaboðið hans skildi fullnægt. Þann dag er óvinir gyðinga höfðu vonað að fá yfirbuga þá, en nú þvert á móti gyðingar sjálfur skildu yfirbuga fjöldu sína. Ester kom þarna inn í myndina í milltíðinni og sannfærði konunginn að gefa út fyrirmæli að gyðingar mættu verja sig. Það var nefnilega þannig þá að konungars gáfu tilskipun, þeir máttu ekki afturkallana, en þeir gáttu ekki gefa aðra tilskipun sem vann á móti hinni og þess vegna leyfðu þeir, eins og þeir konungur fyrst leyfði öllum sem ekki voru gyðingar að drepa gyðingana á ákveðnu degi, að þá gaf hann út nýja fyrirskipunum að nú mættu gyðingar opnast og verjast. Og það átti sér stað. Og það segir að þvert á móti gyðingar sjálfur skildu yfirbúa fjöldu sína. Það var seinni tilskipunin. Og enginn fékk staðist fyrir þeim því að ótti við þá var komin yfir alla þjóðir. Því að Mordekæ, frændi Esterar, var mikill orðin við hirð konungs og orðstír hans fór öll skattlöndin. Því að maðurinn Mordekæ varð ævoldugri og voldugri og gyðingar unnu á óvinnu sínum með sverði, drápu þá og tortímdu þeim. Og svo hef ég sett í sviga þannig að eftir herleiðinguna til Babylónar
sneri Nehemía aftur til Jerúsalem frá Babylon og lét endurreisa múra borgarinnar. Og nú lesum við í 4. kaflanum hjá Nehemía. En burðarmennirnir voru búnir til bardaga, og þetta voru gyðingar. Með annarri hendinni unnu þeir að verkinu að hlaða sem sagt múra hverfis alla Jerúsalem, en með hinni héldu þeir á skotspjótinu, og þeir sem hlóðu voru allir girtir sverði lendar sér og hlóðu þannig. En lúðusveinninn stóð hjá mér til að blása í lúranu ef óvinnirnir kæmi. Þeir voru þannig allt í kring, óvinnirnir og vopnaðir. En Guð gaf þessu fáu sem sneru aftur heim úr útleiðinni í Babylon við til þess að verja sig. Og tók alveg að allt í lagi, taka spjót eða sverð, skildi og hvaðina, allt til að verja sig. Og svo segir, þá sagði ég og við líðin, nú það Nehemía, allir skulu vera í Jerúsalem á næturna, þetta gerist á meðan þeir að hlaða borgarmúrana sem tók vikur og kannski mánuði, að þeir skyldu vera í Jerúsalem á næturna ásamt sveinu sínum, til þess að þeir séu vörður fyrir oss á nóttunni, en vinni að verkinu á daginn. En ég og bræður mínir og sveina mínir og varðmennirnir fylgdu mér, við fórum aldrei af klæðum, sem sagt dag og nótt. Og sér hver hafði skotspjót sitt við hægri hlið sér. Með öðrum orðum, þeir voru með sverðið í annarri hendinni eða við hlið sér og múrskeiðinni í hinni til að hlaða múrin. Og svo að lokum þá sjáum við að þegar Adam og Eva synguðu, að þá var Guð að setja vörð við aldingarði netin. Þau voru burtrekin út og hann rak manni burt og setti kerúbana, þetta eru verndar englar, fyrir austan Edengarð og loga hins sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Hugsið ykkur. Þannig að jafnvel Guð fyrirskipar englum sínum að búast með sverð. Hvað þá Guðsmönnum? Þeim leyfilegt að bera vopn? Ég ætla að segja ykkur þetta að það gerðist eitthvað meira í framhaldi við reynslu þessara fjölskyldu frá Ítalíu með telpuna þeirra þegar þau voru rænd. Ég spurði prestana sem að störfuðu með mér í missjóninni, okkur hætt að búin eins og þeim? Já, sagðu þeir, það eins gott að þú búir undir þetta. Þú verður. Þetta var bara steinsnar frá okkur. Þannig að þetta gerðist. Og til að vera alveg viss, þá fór ég til lögreglustjóra borgarinnar og sagði hann frá þess að ég þurfti ekki að segja, maður vissi allt þetta. Og ég sagði, má ég hafa vopn á staðnum? Já, þú mátt það, en ekki skambissu. Því að skambis þetta fela innan flæða og við leyfum það ekki hjá óbreyttum borgurum. En þú mátt fá stóran riffil eða haglabissu eða eitthvað svoleiðis. Og það reyndist vera eina bissa sem var til, fáanleg. Það voru haglabissur, 2 hleypur, rándýrar. Og ég spurði, get ég fengið leyfi til að eiga svona og hafa hana hjá mér, þó ekki sé nema til að fæla fólk. Hann sagði, já, endilega. Og ég keypti byssuna. Fyrir hvaða peninga? Ég hafði enga peninga til að kaupa svona dýrt tól. Ég fór í sjóði safnaðuris og keypti byssuna með skotfærum og síðan lét ég byssuna sjást í höndum mér öðru hverju á kvöldin undir myrkur þegar að varðmennirnir okkar voru að loka og læsa. Ég vildi að nágrannarnir sem gátu verið hættulegustu okkur, því að þeir áttu svo auðvelt með að klifra upp á hús sín og horfa yfir múrana yfir til okkar. Gæti að séð allt sem fór fram. Ég vildi að þeir sæju vopnið og einstaka sinnum þá gerði ég það í gegnum mánuðina að ég fór út að kvöldidags seint
og skaut upp í 3 krónurnar. Það var tvíhleypa, það var fyrst skot og svo annað skot. Þvílíkur hávaði í haglabyssu. Það vissu allir að það var vopn á staðnum. Ég gerði þetta sem fyrirbyggjandi aðgerð og bað til Guð sem að ég þurfti aldrei að nota þetta. Og það, ég þurfti ekki öðruvísi en að lofa öðrum að sjá. Ég skrifaði til höfuðstöðva okkar í Bretlandi og sagði þeim hvað ég hefði gert. Ég væri, sem sagt, hefði notað peninga missionarinnar og það var þessi upphæð. Ef að þið ekki samþykkið þetta, þennan gjörning minn, það er alltaf leið, ég beygi mig undir það. En þá sendi ég fjölskyldunum mína heim. Ég skal vera áfram, en byssan verður kyrr. Ég vissi að þeir myndu verið í vandræði með þetta, því að það bara færi engin kristniboði að fara með byssu. Aðrir höfðu verið drepnir, kristniboðar, á með viðorðarna, annars staðar. Og þeir skrifuðu tilbaka frá höfuðstöðvunum og skilaboðin voru þessi: samþykkt að þessi kostnaður til að tryggja öryggisráðstafanir á missjóninni. Byssa var ekki nefnd á nafn, mátti ekki sjást í bókunum. Og ég var reiðubúin að borga kostnaði sjálfur með því að vera áfram ef þau vildu þetta ekki. Svo þið sjáið að bestu áhrifin í þessum kringumstæðum að mínu mati, og það reyndist vera rétt. Allir nágrannarnir vissu það var byssa á staðnum. Ég gerði þetta sem fyrirbyggjandi meðal. Tökum við ekki öll fyrirbyggjandi meðal í veikindum okkar? Þannig var það byssa eða vopn sem aðrir sáu, eins og margir hafa séð í gegnum aldirnar, sverð í höndum Guðs engla. Til hvers? Til að fyrirbyggja árásir vondra manna á fólk Guðs. En við höldum aðeins áfram í viðbót í Opinberunarbókinni, 21. kafla, þetta er næstsíðasti kaflinn. Þar segir þetta loforð Drottins að hann flutti mig, segir Jóhannes, í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mig borginni helgu Jerúsalem sem niður steig af himni frá Guði. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært glera væri. Sjáu því, skrautið allt. Undirstöðu steinar borgar múrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðusteinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsedóns og fjórði smaragd og svo framvegis. Og hliðin 12 voru 12 perlur. Og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Guð skapaði fegurðina, gullið og gersamannar. Og hann ætlar að gefa okkur þetta allt þegar hann skapar okkur ný heimkynni, nýja jörð. Og loka textin í dag. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stiga niður af himni, búna frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Sjáu þið? Skartgripirnir verða til staðar. Svo segir, sjá tjaldbúð Guðs, það er bara aðsetur hans, verður með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra, hugsið ykkur, að almáttugur Guð sá aðili sú persóna Guðdómsins sem enginn hefur séð nema sonurinn einn. Hann ætlar að opinbera sig. Hann ætlar að þurrka tárin af augum okkar og það verður aldrei fram að harmur eða kvein til, allt er farið. En sá sem í hásætinu sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Sem þýðir, hann skapaði jörðina,
með demantunum og þetta það sem finnst á Grænlandi í dag í ríkum mæli, alls konar málmar og dýrindis skraut í fjöllunum sem sumir girnast í dag. Hann ætlar að gera alla hluti upp og nýtt. Og þetta eru orðin trúu og sönnu, segir hann. Elsku vinir, ég vona að þið geti haft gleði og ánægju af að lesa Biblíuna, umfram allt lesið hana og ef það eru erfiðleika textar, ekki gefast upp. Það eru svör allstaðar og eftir þessi 65 ár eða svo sem ég hef verið að lesa Biblíuna og boða öðrum, ég hef aldrei fundið mótsögn í Biblíunni eða eitthvað óæskilegt. Biblían stendur fyrir sínu. Takk fyrir predikunina, Steini. Og við skulum þá enda þessa samkomu með því að syngja þótt lítið eigi að ljómandi gulli. Og þeir sem að treysta sig til skulu standa upp.